Nú, jæja, hér erum við að gróðursetja stafafuru í jarðunni land. Þetta var tætt með tætara síðasta haust og með því móti fæst ákaflega góð jarðvinna. Þetta virkar vel í svona hrísmóa eins og hér. Þegar plöntur eru gróðursettar er mjög mikilvægt að þær séu vel blautar. Að vatnið eigi hreinlega að drjúpa af þeim þegar þú kreistir hnausinn létt. Og þetta getur skipt alveg gríðarlega miklu máli upp á að plönturnar lifi áfram í móanum. Þá er gott að taka eitt skref, horfa hvar maður ætlar að setja næstu, setja hana niður hér, stíga einu sinni eða tvisvar vel að. Það er eitt skref og næsta. Og það sem þið sjáið hér er að plantan hún bara rétt nemur við yfirborðið á jarðveginum. Og í rauninni er það of grunnt að við viljum fá plöntuna það djúpt að við sjáum helst ekkert í hnausinn. Ef maður er með réttan stærð af geispu að þá svona nánast situr plantan föst og þessi planta fer nógu djúpt. Þannig að þá er bara að stíga að henni og hún situr pikkföst. Þessa viljum við hins vegar ekki hafa svona. Nú erum við hætt að gróðursetja jarðuna landið og erum komin í flagmóa og við fyrstu sýn gæti maður haldið að þetta væri alveg draumastaðurinn að gróðursetja í þessa opna mold. En það er sem sagt mjög varasamt. Það nær engin gróður að festa hérna rætur út af frostlyftingu og næsta vor myndu plöntunar einfaldlega liggja ofan á moldinni og vera steindauðar. Þannig að við gróðursetjum alltaf það sem er gróður fyrir. Þannig að hér, í þessu tilfelli, færi plantan hér í gróið land, sunnan við þúfu. Og þessi planta myndi dafna og hafa það gott. Hér erum við að gróðursetja í land þar sem er talsvert af sjálfsánu birki. Og við náttúrulega tökum tillit til þessara birkiplantna sem eru þegar komnar. Og förum ekki nær birkinu heldur en einhverja 2-3 metra. Byrjum síðan aftur í röðinni hinum megin við það. Oftast gerir maður nú það að maður er með áburðinn í einhvers konar bauk eða dunk með sér á gróðursetningabeltinu og ber á hverja plöntu jafn óðum og maður gróðursetur. En hér getur maður gert þetta eftir á af því hvað plönturnar sjást vel. Ef maður ber á of stóra áburðarskammta að þá einfaldlega þorna plönturnar upp og steindrepast. Þegar við berum á er mjög mikilvægt að áburðin fari ekki allur í eina hrúgu fast upp við plöntuna, heldur þarf að strá honum aðeins svona nokkra sentimetra frá plöntunni. Það er svona það bil sléttfull matskeið sem þarf á hverja plöntu.